spátn mörgur þetta bara fallin og þetta bara eins og að gerast í ákveðnum sveitarfélögum í Bretlandi. Já, þetta og einhverju sko, það sem sérstakt við þetta líka, að einhverjum tímapunkti fyrir ekki svo mörgum árum, þá hefði þetta bara verið einhver rasísk hundaflauta, það hefði allt farið í háaloft. Þetta ekki rasísk hundaflauta? En þetta samt ekki bara að horfast í augu við raunveruleikann, að sjá það að í Evrópu búið að skipta út stórum hluta fólks á ákveðnum svæðum og búið að innleiða menningargildi sem eru okkur mjög fjarlæg og eru eitthvað sem að sko almennt séð oftast reyndar sömu hópar og tala það að þetta sé ekkert mál, tala að það sé rosalega varhugaverð sko sjónarmið í Afganistan eða öðrum af þessum svæðum. Það er að segja að eins og ég bent á að þeim sem eru svona í réttindabaráttum eða telja sig verið í réttindabaráttu tala sko rosalega mikið það hvað staða kvenna í Afganistan sé slæm og staða kvenna í Sýrlandi sé slæm og staða kvenna í Rússlandi sé svo slæm. En svo ef að þetta fólk kemur yfir til Vestur-Evrópu þá má ekki gagnrýna. Þá allt í einu bara já, nei, þetta bara verð þú ekki að setja út af það hvernig aðrir haga sínu lífi sko. Þetta hefur bara gerst margoft í sögunni að þjóðflutningar hafa valdið miklum breytingum á samfélögum og þegar það gerist með þeim hættir sem hefur gerst hér eftir að Merkel tók afdrifaríku ákvörðun 2015 að opna landamærin þegar að allt fór í klessu í Sýrlandi, þá hafa menn mist tökin á þessu. Þetta var alvarlegt fyrir meðal annars í löndum eins og Svíþjóð og Danmörku, Frakkland og annar staðar, og vandinn líka sá að